Flugurnar fundust í hesthúsi á bæ á Suðurlandi en það var Björn Hjaltason sem greindi frá því og deildi myndum af flugunum sem eru, svo ekki verður umvilst, moskítóflugur. Það eru af ættkvíslinni Culex en frekari greining liggur ekki fyrir. Í haust fundust moskítóflugur í fyrsta sinn hér á landi, í Kjós í Hvalfirði. Það voru karl- og kvendýr af gerð sem nefnist Culiseta annulata. Fram til þessa hefur Ísland ekki talist til þeirra landa þar sem moskítóflugur eru landlægar. Ekki þó hægt að fullyrða að þessu komnar til að vera, fyrst eru þar að lifa af veturinn. Og hingað eru komnir sérfræðingarnir Gísli Már Gíslason, prófessor í líffræði og Björn Hjaltason, flugnasérfræðingur og ljósmyndari. Verið velkomnir. Takk fyrir. Björn, þú uppgötar í annað sinn moskítóflugur hér á landi. Getur hreinlega sagt mér hvernig þetta bar að? Já, það var þannig að ég var nú búinn að fá mikið af myndum frá fólki eftir ég fann fyrstu flugurnar og það reyndist aldrei vera neinar moskítóflugur. Svo á mánudagskvöldið þá kemur mynd í einkaskilaboð til mín og spurt hvort ég viti hvað þetta er og þá reyndist að vera moskító. Þannig að við stökkum á stað að kíkja. Einmitt. Og þú ferð á staðinn og sérð kvikindið. Já, það var töluvert af þeim á veggjum í þessu hesthúsi og við sáum náttúrulega strax hvað var á seyði, Já, þú segir töluvert, hvað þýðir það? Það voru tugir. Tugir moskítóflugna. Og hvernig verður þið við? Er þetta ekki svolítið ógengjandi að sjá þær? Er þetta ekki tegund sem stingur eða bítur? Nei. Við meira segja fórum þarna og brettum upp buxur og berum leggi til þess að athuga hvort það myndi bíta okkur en þær vildu ekki sjá okkur Þannig að eftirvill er þetta tegund sem að lifi kannski frekar á fuglum heldur en mönnum Já. Gísli, tekur undir þetta? Er þetta ekki engin hætta af þessum dýrum? Fyrir okkur mennina í það minnsta? Nei, það er fyrst og fremst að það skapaði það svona óþægindi. Moskítóflugur hér á svona norðarlega, þær hafa ekki verið þekktar fyrir að bera sjúkdóma og þessi tegund sem fannst núna í hesthúsinu er önnur tegundin fannst í Kjósinni fyrr. Einmitt. Og þetta virðist vera það afbrigði af tegundinni sem ekki leggst á spendýr. Þannig að við getum nú svona andað aðeins rólegar þess vegna en hún var, ef mér skilst á Matthíasi Alfreðssyni sem er sérfræðingur á Náttúrufræðistofnun í ansi miklum fjölda, meir en 20, ég held að hann hafi verið með 300 stykki sem bara náði í á nokkrum mínútum Einmitt. Má þá ætla að þessi komnar til að vera? Er það nægilega marga til að fjölga sér og skjóta hér rótum? Ég held í þessu tilfelli þá sé það svo Við erum að sjá hvað það gerist í vetur en með þessum fjölda er þetta búið að vera nokkuð tíma og þetta gæti hafa borist með vindum hingað frá nokkrum löndunum. Ef þetta er svo tegund sem við höldum þetta sé þá er hún eiginlega til í öllum heimsálfum. Björn, ég sé í kjölfar á þínum myndbirtingum þá hafa margir víða land deilt myndum á alls kyns kvikindum sem líkjast moskítóflugum í það minnsta. Veistu hvort það sé fleiri staðfestar moskítóflugur? Nei, ég veit ekki til þess Ég held ekki Fólk er að sjá moskító í öllu fiðrildum jafnvel og þannig að þetta er svolítið erfitt Það er nú ekki alveg þannig að fólk sé að detta þetta hingað og þangað og ég held að sé nú svolítið í það að fólk var að finna þetta á heiminu hjá sér. Þannig ég held að fólk getur svona andað nokkuð rólega ennþá. En Gísli, ætli þetta sé svona upptaktur á því að hingað berist fleiri tegundir flugna eða skordýra, bera þær með sér einhver aðra tegundir? Ég held að sé alveg ljóst að bara á seinustu 35 árum þá hefur skordýrafánan á Íslandi tvöfaldast. Og það er líka hægt að tengja þeim loftslagsbreytingum sem eiga sér stað núna, sem eru staðreynd. Og þannig það er fjöldinn allra tegundir sem hafa verið að berast frá því seinni hluta seinustu aldar og fram til dagsins í dag. Getur þú séð bara til þessu alla geitungana. En hvernig berast þær hingað til lands? Í þessi flestu tilfellum berst þetta með vindum en svo getur einnig borast með gámum og flutningaskipum og jafnflugi. Björn, þú leggur gildrur eða svona allavega laðar þær til þín á ákveðin hátt. Hvernig ferðu að því? Ég nota svona bönd sem að ég legg í sykurbætt rauðvín og ég hef nú aðeins verið að skoða bara svona nætuferildi að koma í þetta og það bara eitt kvöldi þá birtist einhver skrítin fluga á bandinu sem reyndist vera moskító. Er rétt að almenningur í landinu bregðist við á einhvern ákveðin hátt? Ættu kannski
hestamenn á Suðurlandi að fara að leitast hjá sér eða hvernig er rétt að bregðast við þessu? Ég held að það sé nú rétt að svona fólk líti aðeins til með þessu í gripahúsum sérstaklega. En ég er nú ekki viss þetta sé á heimilum fólks, sko. Ekki ennþá. En hverju ég að leitast eftir? Er það að gefa frá sér sérstök hljóð eða hvernig getum við skilað? Nei, þú sér þetta leið, sko. Ég meina, þessar flugur eru auðgreindar ef þú skoðar þær, sko. Þetta er ekki líkt neinum flugum hérna, sko, ef þú skoðar það nákvæmlega, sko. Meðan hann langar rana og halda hérna, aftasta fótaparinu oft svona upp með líkamanni, sko. Þetta eru fína einkenni, sko. Ef fólk sér þetta þá hérna, er það nokkuð svona öruggt að moskító er að ræða. Já. 300 flugur, segir Gísli, hversu snöggar er það að dreifa sér hugsanlega milli landshluta að bæja? Ég veit það ekki, sko. Ég hef nú fylgst með ákveðinni vorflugutegund sem kom hér miðja seinustu öld. Hún hefur dreifst landið á svona 40-50 árum. Svona meðalhraðinn var 6 kilometrar á ári. En svo lúsmíð, það barst all land á 10 árum. Alla landshluta. Og það gæti nú hafa hjálpað þar hjólhýsi og hérna húsbílar og það sem fólk var að bera með sér. Þetta blossa alltaf upp á öllum tjaldstæðum. Maður flytjaður landið. Já, það gæti verið sko hluta skýringunni hvað þetta barst þrátt, svo þetta fíkur þetta eins og hvað eina. En þú talar þessi spursmál hvort að lifi af veturinn. Er vetur sérstaklega harður fyrir moskítóflugur? Það geta að lifa í gegnum þetta? Það fer eftir tegundum. Það fer eftir lífsferlinum. Eins og í Grænlandi það er tegund sem lifir í vatni yfir veturinn, Aedes nigripes, sem hefur fundist hér í flugvél. Hún klekst upp þegar það ísa leysir og fer þá á stað og þar leysir ísa á vorin og þá hefur hún sumarið. Hér eru umhleypingar og hún gæti varla að lifa hér því það leysir ísa um miðjan vetur og svo frýs aftur og hún myndi aldrei ná því að ljúka lífsferli. En þessi tegund sem fannst í Kjósinni og hugsanlega við höldum að þessi tegundin núna á Suðurlandi, hún leitar inn í hús sem fullorðin fluga og dvelur þar veturinn. Hún getur svona haldið sér gangandi með svona einn og einni máltíð en heldur sér svona tiltölulega svona eins og í kjöllurum og í útihúsum og öðru. Þannig hún er ekkert í íslensku veðri við veturinn eða þessar tvær tegundir ef þetta er svo tegund sem við höldum sem fannst á Suðurlandi. Þannig við að biðja fyrir miklu frosti í vetur? Já, það fer ekki inn í hús, það fer ekki í kjallara, það fer ekki í gripahús. Nei. Og þar lifa þær. Svona upp í Rjári og annars það, sko. Jæja, það er vonandi ekki öll von úti. En eins og þú segir þá ættum við ekkert að hræðast þetta, bara leyfa þeim að stinga okkur og vera ekkert að klæða okkur kannski í snjógala eða hasmat. Ég held að þegar þú ferð til Skandinavíu til dæmis, þú ert ekkert mikið að spá í það hvort það sé moskító á sveimi eða ekki, sko. Það er ekkert öðruvísi hér. Bara að taka því rólega. Það er ef fólk bregst illa við bitum, þá var alveg sjálfsagt að nota skordýrafælur. Svona efni sem þú berð á þess sem fæli skorti frá og það er einnig sjálfsagt að vera með smyslur sem fást í apótekum til þess að setja á sárin til þess að minnka kláðan. Ef fólk er hrætt við þetta, ef við sýnir þessi viðbrögð, það er bara til að fáið sem sýna alvarleg viðbrögð gagnvart skordýrabitum. Já, þau eru temmilega meinlaus í einhverju tilfelli. Já, fólk er vant þessu búin að ferðast með alla Evrópu, þetta er alls staðar í Evrópu. Það eru það gott að bara anda léttari af þessu. Kæra þakkir Björn og Gísli fyrir þessa fræðslu moskítóflugurnar.